Efnahags- og viðskiptaráðherra segir þjóðina ekki standa undir stærð fjármálakerfisins og frekari hagræðingar sé þörf. Formaður Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja segir ráðherra tala af fákunnáttu. Starfsmenn fjármálafyrirtækjanna voru þegar mest var 5.700 talsins í ársbyrjun árið 2008. Þeim hefur fækkað vegna gjaldþrota og sameininga og eru í dag 4.000 talsins. 1100 manns starfa í Landsbankanum, 950 í Íslandsbanka og Arion banka hvorum sig og 1000 manns í smærri fjármálafyrirtækjum og öðrum fyrirtækjum sem þjónusta bankana. Arion banki sagði upp tæplega 60 starfsmönnum í gær í hagræðingaskyni en efnahags- og viðskiptaráðherra segir nauðsynlegt að hagræða enn frekar í fjármálakerfinu sem þjóðin standi ekki undir. Annars mun kerfið kollsigla okkur öll, atvinnulífið og heimilin. Þannig að í næsta skrefið í endurskipulagningu bankakerfisins eru auðvitað að sjá meiri hagræðingu og óhjákvæmilega þess vegna fækkun starfa, þannig að kostnaður almennings, vaxtakostnaður almennings og fyrirtækja lækki. Og óhjákvæmilega þess vegna fækkun starfa, þannig að kostnaður almennings, vaxtakostnaður almennings og fyrirtækja lækki. Formaður Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja segir ráðherrann tala af fákunnáttu. Þegar hafi verið hagrætt og nú starfi álíka margir hjá fjármálafyrirtækjunum og í ársbyrjun 2001 þrátt fyrir að fjármálakerfið hafi stækkað margfalt síðan þá. Núna er fólki að vinna langt umfram daglega vinnuskyldu og yfirleitt án þess að fá nokkuð greitt fyrir, bara til þess að koma til móts við heimili og fyrirtæki og laga aðstæður heimili og fyrirtækja. 4.000 manns er ekki hægt að fækka í þessum hópi. Með því að minnka þjónustu, með því að loka útibúum og því miður mun það þá fyrst og fremst koma niður á landsbyggðinni. Það er ekki gott.